ætlum aðeins að tala af hverju við erum að læra þetta í vélaverkfræði. Hvernig varðar þetta nám ykkur og svona gerum heiðarlega tilraun til þess að velta aðeins fyrir okkur hvaða meiningu hefur þetta inn í framtíðina. Það er að segja, þú veist, fyrir 50 árum síðan þá fór ykkur í vélaverkfræði og viðkomandi gat líklega gert ráð fyrir að það væri það eina sem þurfti að læra til að hafa vinnu þangað til að, þú veist, starfsferillinn væri búinn. En það er kannski aðeins öðruvísi fyrir ykkur í dag þar sem að vélaverkfræði sem slík eða verkfræði eða bara tækni sem slík tekur alveg gríðarlegum breytingum ár frá ári. Og þessi tækni, sem sagt, tölvustýrð framleiðslutækni, ef við kallum það, að hún hefur breyst alveg ótrúlega mikið síðustu 10 árin, þannig ég ger allt eins og ráð fyrir hún breytist mjög mikið líka næstu 10 árin. Þannig að skoðum það eins. Af hverju FabLab? Sko, fyrir 100 árum síðan, þá vorum við með hliðræna síma, við vorum með analóg síma og í dag erum við komið stafræna síma. Við vorum með analóg tölvur og síðan fengum við stafrænar tölvur. Og við höfum verið með analóg framleiðslu og nú erum við komið með stafræna framleiðslu. Árið 1960, þá gerði, Robert Moore, minnum maður hafa getið, þessa uppgötvun eða þessa greiningu að hann sá að fjöldi transistora á tölvubretti tvöfaldaðist á sirka 18 mánaða fresti. Og þetta var í rauninni á logaritmískum skala þá. Og hann setti fram þessa kenningu og þessi kenning, þetta observation, það hélst nokkurn veginn. Og hann hélt að þetta myndi bara halda sig næstu 10 árin, næstu 15 árin. En þessi staðreynd hélst bara fram til ársins 2010 næstum því. Þannig að transistórar, nórar, sem við kallum þetta á íslensku, eru mesta fjölda framleiðsla uppfinning mannkynssögunnar. Og hún hefur haft mest áhrif á lífsskilyrði mannskepnunnar bara af öllum uppfinningum sem hafa verið fundnar. Þannig að þetta er einhver meiningarmesta uppgötvun sem hefur verið gert. FabLab tækni, það er að segja, ef við tölum FabLab, Fabrication Laboratory, þar sem að fabrication er í rauninni aðgerðin að því að búa til eitthvað í fyrsta skipti eða finna eitthvað upp, nota tölvutækni til þess að búa til hluti, að FabLab smiðjur heiminn hafa í rauninni fylgt sama lögmáli. Það hafa verið að tvöfaldast árlega, tvöfaldast sirka 18 mánaða fresti víðs vegar um heim. Þannig að aðgengi almennings, aðgengi mannskepnunnar að þessari tækni hefur aukist alveg gríðarlega frá því að þetta byrjaði í það bil í kringum 2000. Það ekki alveg örugglega að taka upp. Jú. Sem að leiðir okkur þá í rauninni að fyrsta tölvustýrða fræsunum. Fyrsti tölvustýrði fræsurinn var ég seti þessar glærur inn og það fylgja líka YouTube-vídeóinu sem ég seti inn þá setna. Eða í rauninni þessum einskeiði. Fyrsti tölvustýrði fræsurinn var fundin upp í MIT háskóla og eina sem að í rauninni, þessi tölvustýrði fræsir, hann fylgdi hliðrænni tölvu, það var hliðræn tölva sem keyrði þennan fræsi og eina sem þessi fræsir gat gert var að búa til svona litla kúpla, það gæti í rauninni bara fræst út litla kúlur, það er í rauninni efri helmingin af kúlum. Og þetta var rannsókn sem var gerð þegar flugvélatæknin fór að krefjast meiri og meiri stöðluðum íhlutum, fleiri og fleiri flugvélar og þá í rauninni sem afleiðing af því geimskip fór að krefjast þess að íhlutir væru staðlaðari og þeir væru minni vikmörk í framleiðslu. Þannig að hérna er í rauninni fyrsta tölvan og við erum að tala um tölvu sem eru á stærð þessa hæð í umfangi. Það er að segja þessi hæð í þessari byggingu.
sem að keyrði í rauninni bara þennan litla fræsi. Þetta maður sem heitir Vannevar Bush og hann keyrði í rauninni síðasta hliðræna tölvukerfi sem að varða af þessum fræsi. Síðan komum við að uppfinningu á stafrænu tækninni. Ef að rétt upp hönd sem að veit hvað stafræn tækni þýðir í raun og veru. Einhverjar getgátur? Já. Já, þú ert nálæg. Orðabókarskilgreiningin á þessu að hliðrænt, þetta eins og merkið að ég segi stopp með raddböndum. Ég segi stopp, en merkið það hverfur yfir tíma. Versus það að halda upp á skilti sem að stendur á stopp. Það að segja skiltið er merki, það stafrænt, það stafir, meðan að hliðrænt eins og bylgja, það eins og hljóðbylgja, það hverfur yfir tíma. Þannig að uppfinning á stafrænu tækni í rauninni bara tækni þar sem að merkið hverfur ekki yfir tíma. Þannig að stafræn tækni sem slík tækni þar sem að þú getur haldið meiningu merkisins að burtséð frá tímanum sem að það í gangi. Og þessi maður þessi neðri, hann hét von Neumann, Robert von Neumann, og von Neumann. Hann einn af John von Neumann. Hann einn af uppfinningamönnum tölvutækninnar, stafrænu tækninnar eins og við þekkjum hann í dag, arkitektinn að þessu öllu saman. Að mörgum talin klárasti maður sem hefur verið stærðfræðingur og hann hugsaði með sér að mest spennandi notkun á tölvukerfi væri getan til þess að geta nota tölvu til þess að búa til hluti. Þess að við tölum stafrænt, þá erum við að tala ímyndaðu þér í mannkynssögunni fyrir 1000 ára síðan, þeir getur búið til hlut, þeir getur búið til annan hlut og hann nákvæmlega eins og fyrir hlutunum. Ef þeir eru með handverk þá það eiginlega ekki hægt. Það að segja, ef þeir eru með hlut og þeir eru alltaf að búa til nýjan hlut með höndunum, það eiginlega ómögulegt að fyrir hlutunum sé nákvæmlega eins að stærð, að gerð, að breidd og svo framvegis og fyrir hlutunum. Þannig að með því að búa til stafrænt kerfi, þá getum við staðlað það að við getum, gert hluti sem við tökum nokkurn veginn sem gert nú í dag. Við getum búið til hluti sem eru alveg eins aftur og aftur. Og það í rauninni upphafið af þessari byltingu sem við tökum sem gefin í dag. En stafræn tækni miklu eldri heldur en það. Í genamengunni ykkar þá DNA-ið ykkar og RNA-ið ykkar, það byggir á stafrænni tækni. Það byggir á þessum byggingarmódúlum, líffræði byggir á þessum byggingarmódúlum að merkið, upplýsingarnar hvernig prótínin eiga að verða til svo framvegis, þau eru byggð inn í líffræðinni. Þannig að hugsið ykkur þegar þið eru komin með og farin að búa til hluti sem að virka eins og líffræði. Þannig að það alls konar pælingar þarna varðandi líf og líffræði og mekaník sem að hafa í rauninni sem eru þarna farin að verða sambærileg. Þannig að eitt thought experiment fyrir ykkur til þess að taka út. Ég myndi ykkur að þið getur búið til vél sem að getur búið til sjálfa sig. Ég myndi ykkur 3D-prentara sem getur 3D-prentað annan 3D-prentara sem getur svo 3D-prentað annan 3D-prentara og svo framvegis. Bara alveg eins og líffræðingi. Þeir eru með frumu sem getur búið til aðra frumu alveg eins. Þannig að við erum með alls konar stærðar mismun í þessari stafrænu framleiðslutækni. Við erum með smásjár, alls konar þrívídda skanna, við erum með þrívídda fræsara sem að geta unnið í metrum og jafnvel tugi eða ef ekki hundruði metra. Við getum
skannað inn landslög, við getum framleitt sko bíla og jafnvel 3D-prenta út hús. Yfir í það að við erum komin í millimetra mál, við getum framleitt og fræst út rafrásir og litla hluti, skartgripi, yfir í mikrometra og nanometra. Og þetta eru náttúrulega vélar sem að skala sko hundruð milljóna dollara kostnað sem slíkan, en þær byggja allar á sömu fundamental aðferðafræði og hugbúnaði. Og það er svona mörgleiti efnistökin í þessum áfanga að þau svona grundvallaratriði sem við tölum það er skráargerðir og svo tölvuvinnsla sem við erum að vinna með, hún er samt applicable, þú veist, við erum að vinna með græð sem að kosta kannski í heildina 10, 15, 20 milljónir, en sko þekkingin sem þið takið út á áfangunum geta verkum að þið getur unnið með græjur sem að geta skalið sko tífaldan þann kostnað eða sko tífalt meiri kostnað eða jafnvel tífalt minni kostnað. Þú veist, þetta er bara græjur sem eru tiltölulega almennar, tiltölulega notendavænar sem kennslugræjur, en í iðnaði eða í hobbyisma eða heima hjá okkur að þá eru grundvallaratriði þau sömu. Þannig að það er það sem við tökum út úr þessu að sko við erum bara að vinna með einhvern svona point in time græjur en flóran er alveg gríðarleg. Og þá er spurningin sko, ef við getum notað þessa tölvutækni til að búa til hvað sem eða næstum því hvað sem að spurningin er af hverju ættum við að vilja búa til næstum því hvað sem Það er að segja, þú veist, hver er þessi eiginleiki, hvað græðir þið á þessum eiginleika að geta búið til bara eitthvað random dót? Er það, þú veist, sumir í þessum áfanga hafa búið til húsgögn eða einhver skrifborðs, þú veist, pennahaldara eða whatever. Það er að segja, af hverju myndi maður vilja búið til næstu hvað sem Og á þessari mynd að hérna er þetta sem sagt áfangi sem að nemendur í MIT háskóla gerðu fyrir 10 árum síðan. Þetta er langt síðan. Þannig ég tók þessa glæru úr öðru myndbandi, en hérna til að mynda sko, hérna gerði einhver nemandi, hann á PowerGauka heima hjá sér og hann bjóð til sem sagt PowerGauka interface viðmót, þannig að PowerGaukurinn getur leitað á netinu. Bara vafrað veraldarvefinn og skoða PowerGaukur hluti á netinu. Hérna er kona sem bjóð til púða og hún getur tekið púðan, hún getur öskrað í hann og síðan getur hún farið og spilað upptökuna einhvers staðar út í náttúrunni. Við munum hvernig það var í COVID þar sem að fólk gat sko öskrað í hátalarana sem var einhvers staðar út á hálendi. Hérna er manneskja sem bjóð til bara boombox, bara einhvern svona skemmtilegt til þess að eiga heima á sér, og hérna er svo önnur manneskja sem bjóð til kjól sem að það koma svona gattar út ef einhver kemur og nálægt aftan frá. Þetta er bara eitthvað svona random stuff, eitthvað sem einhverjum datt í hug og það er bara, þetta er einstakt, þetta er ekkert af þessu framleitt, en pointið er að mörguleiti það að ef þið getur búið til dót, þar sem að í rauninni þegar þið eru búin að búa til hlutin, að þá getið þið strax farið að fjöldaframleiða. Hvaða tækifæri býður það ykkur upp á það að búa til í rauninni neysluvarning eða bara hluti, vörur. Aðeins tilbaka. Hérna er fyrsta staðræna tölvan og hún var aftur búin til í MIT háskóla. Þessi mynd er þegar að Unix var að verða veruleika. Og hérna eru tveir einstaklingar, Ken Thompson og Dennis Ritchie, og þeir voru að leggja í grunninn af því sem var seinna meira Unix, sem að öll stýrikerfi eru byggð á í dag. Við erum að tala bæði iOS og Windows og Linux og svo framvegis. Þau eru öll byggð á í rauninni þessu grundvallar stýrikerfi sem að kallaðist Unix. Þessi maður, hann var sem sagt forstjóri fyrirtæki sem að hét Digital. Fyrsta sem sagt fyrirtæki sem að fór út í það að búa til stafrænar tölvur sem í rauninni fyrirtæki sem að bjóða til tölvur, og hann
lét hafa það eftir sér einhvern tímann að það væri engin ástæða fyrir einstaklinginn til þess að eiga tölvu. Þetta væru allt hlutir sem færi inn í fyrirtæki eða stofnanir. Og hlutir sem að hafa elst betur eru til í dag. Það er þessi setningar sem hafa elst betur. Og þetta kemur inn á það sama og ég var að segja áðan. Það eru til græðir sem eru sko $100 milljóna virði og síðan eru græðir sem eru sko 10.000 eða 1.000 króna virði og þær vinna allar á sambærilegum kerfum. Dæmi FabLab. Hérna er FabLab í Alaska og fólk, þú veist, í dag erum við að kenna þetta eins og hérna í dag. Við erum að kenna verkfræðinemendum og nota sem sagt þennan búnað. En hvað ef við gefum bara, hvað ef við hugsum þetta í staðinn fyrir að þetta sé rándýrt verkfæri bara fyrir sérfræðinga að nota og hugsum bara hvað myndi hinn almenna manneskja nota þessar vélar í, þessar græður í. Og það sem mér hefur fundist svo áhugavert er að sko taka svona tæknifag eins og vélaverkfræði og kannski listgreinafag eins og segjum vöruhönnun og hugsa hvar mætast þessi geirar í miðjunni. Það er að segja, þegar við erum með sko sérfræðinga í einhvers konar tækni eins og þið eruð að vinna að þið sjálf og síðan takið bara fólk sem hefur áhuga á tjáningu, hvað gerist, hvernig notum við þetta sem verkfæri. Það er að segja, þú veist, er hamar sem að þið kunnið þetta að nota, er það notað í tæknilegu tilgangi eða tjáningarlegum tilgangi? Og rétt að svara það kannski bæði. Af því að það er að nota þessi verkfæri á í rauninni allan þann máta sem að sko sköpunar færni einstaklingsins býður upp á. Þannig að hérna er FabLab í Alaska þar sem að er bara það er rauninni sem sagt FabLabið sérhæfir sig meira í því að skrásetja menningararf þá þeirra innfæddu einstaklinga sem að búa á þeim svæðum. Þannig að þá erum við að tala að búa til mót af einhvers konar menningararfi, einhverjum menningarverðmætum. Hérna er FabLab á Suðurskautslandinu, allt annan tilgang. Þetta FabLab hefur það markmið að reyna að búa til, það er að segja, nauðsynlega muni. Suðurskautslandið er eitt afskekktasta svæði í heiminum. Þeim vantar oft einhverja sérhæfða hluti, einhverja íhluti, einhverja varahluti eða íhluti eða verkfæri eða eitthvað. Og þetta FabLab miðar að því að reyna að gera rannsóknir á staðbundnu hráefni. Þannig að það taki ekki eins langan tíma að fá sem dæmi varahluti eða aðra hluti sem að þarf til þess að sinna bara daglegu lífi sem rannsóknarstofa á Suðurskautslandinu. Hérna er FabLab í Ísrael. Það er náttúrulega, eins og ég segi, þetta eru gamla glærur, en þetta FabLab hafði það markmið að það er rosalega mennskur eiginleiki að vilja búa til hluti og það er það tengjast öðru fólki með því að búa til hluti. Það sameinar allt fólk. Þetta FabLab hafði það markmið að bjóða sem sagt fólki frá Ísraelum og Palestínumönnum sameiginlega vettvang til að koma saman og búa til hluti, bara hvað sem er. Og þannig að markmið svona miðstöðvar eins og FabLab getur verið er ótrúlega mismunandi og hefur ótrúlega mikið af í rauninni virðisaukandi tilgang, heldur bara það að hreinlega nota græju til þess að búa til tannhjól eða eitthvað álíka. Hérna er FabLab í Uganda og hérna er FabLab í Suður Afríku og aftur ungir og gamlir aðgangur að svona verkfærum, hátækni verkfærum og internetinu getur gert fólki kleift að búa til alveg ótrúlegustu hluti hvar sem í heiminum. Þetta er ekki lengur í rauninni orðinn staður þar sem þú þarft að fara út í búð til þess að kaupa rafmagnsbíl eða fjarstýrðan bíl, heldur getur bara hreinlega búið
græjuna til í FabLab-smiðjunni, frá grunni. Bara ef við erum í hlutina, við erum með verkfærin, við getum búið hlutin til í staðinn fyrir að þurfa að kaupa, sem líka mjög áhugavert. Og þetta fljótandi FabLab í Amazon-frumskóðinu sem fer á milli þorpa. Þannig að það til líka svona mobile smiðjur sem fara á milli staða. FabLab, eitt af svona megin inntökum FabLab eitthvað sem heitir Fab Academy, sem að mörgu leyti sambarlegt nám, aðeins yfirgrips meira heldur en þetta námskeið. En það til sem sagt svona spin-off af þessu Fab Academy meðan annars alls konar námskeið á háskólastigi, en eins bara skoða hvernig við getum nota FabLab-smiðjur til þess að hafa áhrif á textiliðnaðinn og tísku, tjáningu. Það heitir Bio Academy, þar sem verið að búa til alls konar græjur fyrir líffræði, tilraunir og fleira. Þannig að ef þið hefðu í rauninni markverðara tækifæri til að hafa áhrif á umheiminn ykkar, þá þetta tækifæri til þess, eða þessi tækni. Og það eru ýmis fyrirtæki sem hafa sprottið út úr þessu umhverfi. Við erum að tala drónafyrirtæki, við erum að tala smart snjallu vöktunarfyrirtæki eins og hérna eitt fyrirtæki þar sem að það er verið að nota rafeindatækni til þess að fylgjast með loftgæðum og veðurfari og sólarmánuðum, alls konar veðurathugunarstöðvar víðs vegar um heiminn, open source, openly available og locally sourceable. Drónafyrirtæki eins og ég segi, hérna fyrirtæki sem að býr og selur í rauninni bara uppskriftir á húsgögnum, þannig að þú kaupir í rauninni uppskriftina og býr til húsgagnið sjálfur eða sjálf með notkunartækjunum, og þú veist, það eru 3D-prentara fyrirtæki og allt þar á milli. Þannig að sko, hvað ef þið þyrftuð ekki að fara út í búð til að kaupa hlutum? Hvað ef þið gætu bara downloada það? Mynduð þið downloada bíl? Nei, ég bara spyr, mynduð þið downloada bíl? Nei, ekki? Já, vissulega. En einn daginn kannski kemur að því að þú bara þarft að downloada módelinu og ferð út í næstu, þú veist, og ítar play, eða hvað. Ég veit það ekki, þú veist, þetta er bara pínu pæling, sko. Hvað, þú getur bara búið til þín eigin bíl, skilur. Nei, ég bara segi, þú veist. Hvað það væri bara eins einfalt eins og að, þú veist. Þannig að þetta getur náttúrulega leitt að sér og þess vegna erum við að búa til heimasíðu líka. Þetta er dreifður lærdómur. Þess vegna segi við ykkur, sko, þið spyrir mig hvað er námsefnið, ég segi námsefnið er alls staðar. Þið lærið það hvort öðru, þið þróið sjálf, það er ekkert eitt rétt svar. Verkefnin virkar rauninni þannig í þessum áfanga er að ég bý til ramma. Ég bara gef ykkur ákveðin canvas. Þetta getið þið gert. Síðan er það ykkar að fylla inn í myndina. Þið megið búa til innan þessa ramma sem ég set ykkur hvað sem þið viljið. Það má vera hvernig á litin sem er. Formið má vera hvernig sem er. Þið þurfum bara að gera A, B, C og D. Skiljið mig. Þannig að það er svona, þið fáið aðeins betur tilfinningu fyrir því eftir því sem að líður á áfangann. En þú veist, við búum til heimasíðu, við setjum þetta á netið vegna þess að það er allt á netinu. Þið getið nálgast upplýsingar sem eru bara nýjar frá því í gær. Einhver sem að bjó til eitthvað, einhver sem að uppgötvaði eitthvað, einhver sem að bjó, sýndi fram á notkun á einhverju sem er spennandi og þið viljið aðeins skoða það betur. Og markmiðið ykkar er þá í rauninni að segja mig frá því hvar þið funduð upplýsingar það sem þið viltu gera, hvernig þið átt að gera það, og bæta einhverju við stöðu þekkingarinnar svona agnar, bara setja ykkar spinn á það. Ekki downloada bara einhverju eins og ég segi, ekki downloada bara bílnum og íta play, heldur, þú veist, breytið einhverju við bílum, breytið einhverju við eitthvað. Hannið það frá grunni, pælið aðeins í því, segja mig frá því hvernig þið gerða. Og lærið það einhverjum öðrum, og kennið einhverjum öðrum. Hugsið verkefnin ykkar þannig að þetta er kennslusíða fyrir næsta hóp.
Þið eruð ekki bara það að þið eruð að segja frá því hvernig þið gerðu þetta fyrir ykkur seinna meir, ef þið viljið nota það svo seinna, heldur þannig að næsti einstaklingur geti tekið efnið ykkar og lært af ykkur. Alveg eins og þið hafið lært af einstaklingum frá því fyrra og í hittifyrra og svo koll. Þetta hefur að gera með sjálfbærni og eins og ég sagði með hringrásarhagkerfið áðan, að það til eitthvað sem heitir Fab City Initiative, þar sem að í Barcelona og París og fleiri stöðum víðsvegar heim að þá eru til Fab Lab stöðvar sem hafa það yfirlýsta markmið að ekkert hráefni komi inn í borgina og ekkert hráefni fari út úr borginni, heldur hringsólar allt hráefnið innan borgarmarkana með notkun á stafrænni tækni til þess að auðvelda það að neyslumunir, eins og við köllum þá, lágmarks hráefni í rauninni breytist innan kerfisins. En upplýsingar aðferðafræði færist á milli. Þannig að það séu einstaklingur út í Barcelona sem eru búin að finna einhverja mjög góða leið til þess að endurvinna einhverja ákveðna gerð af plasti, einhverja ákveðna gerð af vöru, að þá séu það upplýsingar sem að næsti einstaklingur getur tekið í einhverju öðru samfélagi og gert það saman. Og deilt þeim upplýsingum samlega. Það er önnur svona heimsmynd sem að geti er bara tillögur að. Engin sóun. Þannig að þetta er pælingi með Fab City. Þannig að ok, við byrjuðum á því að tala við vorum með hliðræna síma, síðan erum við stafræna síma, hliðræna tölvur, stafræna tölvur, hliðræn framleiðsla, stafræn framleiðsla. Og það er að hugsa þetta á annan máta. Í upphafi vorum við bara með eina framleiðslugræju sem að kostaði $1 milljón og hún var einstök í heiminum. Við vorum komið með Fab Lab smiður sem voru einstakir í samfélögum, en kannski einn daginn verðum við komið með persónulega framleiðslugræju sem að við getum bara verið með heima hjá. Og það er náttúrulega fullt af fólki sem á í dag 3D-prentara heima hjá sér eða einhverja álíka græjur og er að nota þessar græjur til þess að bara alveg eins og þá handsögu eða tölvu heima hjá sér. Þú veist, þetta er bara hluti sem að gera lífið aðeins öðruvísi og breyta því aðeins hvernig við nálgumst, bara hvernig við hvernig við erum í umhverfi. Þannig að það eru til alls konar dæmi persónulega framleiðslugræjur. Bæði náttúrulega fræsar, eins 3D-prentara eða 3D-skanna. Ég get notað símann eitthvað til að 3D-skanna út dót og fengið það prentað út. Bara þið getið skannað ykkur sjálf inn og gefið 3D-prentara stytta af ykkur jólagjafir. Bara sem dæmi. Það er mjög einfalt. Þannig að já, talandi það. Þú veist, kaupa versus búa til. Dæmi einstakling í Noregi sem að bjó til í rauninni stóran CNC-fræsing eins og Shopbotinn sem við erum með bara heima hjá sér, fræst hann út í Shopbot, í rauninni notaði Shopbot til þess að fræsa út Shopbot og tölum aðeins betur Shopbot þegar líður á námskeiði. Hátæknibúnað, þú veist, við erum að tala alls konar framleiðslugræjur, alls konar tækni og dót. Þannig að já. Einhverjar spurningar?